Einu sinni var 8. þáttur uppgangur Íslams. Rómverska heimsveldið náði yfir allt Miðjarðarhafssvæðið og teygði nú anga sína til Norðursjávar og þursins á Arna var mettur af auði og frægð og sofnaði loks á verðinum. Vegakerfi og mannvirki Rómverja stóðu áfram. Vatnsveitur, hof, hringleikahús og sigurbogar. 22 keisarar ríktu á hálfrar aldar skeiði. Konstantínus tók kristni og var það trúnni mjög til framdráttar. 30.000 kristnir menn í Róm voru ekki framar ofsóttir. Keisarinn kaus Bísans sem höfuðborg og gaf henni nafnið Konstantínópel. Borgin var rammlega girt til að verjast ágangi innrásarherja. Reyndar gekk sá kvittur að í Bísans væru menn undarlega fróðir þessar innrásir. Með kveðju frá húsbónda mínum. Nei, þetta er ekki nóg. Þetta gengur ekki. Hvernig væri að ég færi nú í stutt frí til Bísans, Þú getur farið austur frekar en vestur, fyrir austan eru menn ríkir og nánast varnarlausir. Í Konstantínópel var Justinianus nýorðinn keisari. Við landamærin braust út stríð við Persa. Borgarmúrarnir voru þríheldir. Justinianus vildi endurreisa forna frægð heimsveldisins. Hátign, alþýðan hefur gert uppreisn og við höfum ekki roð við henni. Menn ryðjast inn Hallahlíðin og hermenn okkar ákveða að skjóta ekki á þá. Justinianus var engin heigull eða hvað? Það er ekki kvenmannsverk að stappa stálinn í bleiður. Flýðu bara keisari. Á hinn bóginn trúi ég á málsháttinn bestu líklæðin er úr purpura. Hátign, ein tillaga. Belisíarus hersöðingi. Belisíarus á að grípa í taumana. Til þjónustu reiðbúinn. Árás til allogu! Engin grið! Engin grið! Justinianus hafði ýmislegt á prjónunum. Hann samdi frið við Persa. Læði hljóðaði upp á 2000 pund af gulli árlega og einhver staðar var að taka það. 2 sekki upp í skatt keisarann, sagði ég. Gjörðu svo vel. Já, láttu þetta niður. Já, hreinasta afbragð. $500 skip sigldu til Karþagó, Ítalíu, Korsíku, Sardiníu og Spánar undir stjórn Belisariusar hershöfðingja. Og Soffíukirkjan var endurreist og lítum aðeins á gangsögunar meðan hún stendur. Já, hún á að standast tímans tönn. Nú sló ég þér við, Salómon, nú stendur hún. Justinianus stóð í stórræðum. Tröllvaxin mannvirki hans stóðust allskyns áhlaup í nærri 1000 ár. Menntamenn þeirra tíma tókust mikið þrekvirki á hendur, en Theodóra keisareinja hafði allt á hornum sér að vanda. Stærsta afrek Justinianusar var þó lagabálkur hans sem var grundvöllur vestrænnar lagasetningar. Justinianus lést svo árið 567. Hann var búinn að blóðmjólka þjóðina og sýndarvelmegun heimsveldisins fölnaði fljótt. Þær mundir fæddist Múhameð í mikilli fátækt. 200 árum fyrir Krist höfðu Parþar, íranskur þjóðflokkur, brotist undan veldi arftaka Alexanders mikla. Síðan héldu Parþar rómverskum herdeildum í skefjum. Árið 532 var austrómverska veldið að reyna að treysta sig í sessi. Þá ríkti Khosres fyrsti í Persíu, stofnandi hinnar frægu Sassanít konungsættar. Khosres kunni vel að meta dýrkeyptan frið austrómverska veldisins. Hann fór að gefa húnum gaum og styrkti eystri landamærin sem Daríos mikli hafði sett. Hann kom einnig á lögum og reglu eftir að friðarspillirinn Mastak hafði talið menn á að deila eigum sínum og eiginkonum.
Menn áttu svo að skila öllu aftur. Hei! Og það gekk ekki vandræðalaust. En víkur nú sögunni til ófriðarins. Árið 590 endurheimti Moris Khosroes annars krúnu sína aftur með fulltingi keisarans. Og sama ár var Múhameð tvítugur. Og hvað það? Þessi þarna borgar ekki skattinn sinn. Aldrei. Nú, þá heyrðum við allt. Khosroes annar var hógvær og lýsti sjálfum sér svo. Ódauðlegur maður meðal guða, almáttugur guð meðal manna, hann rís með sólinni og ljær nóttunni augu. Þó gerðist hann vellauðugur og kúgaði þjóð sína. Hann lýsti heilögu stríð á hendur austrómverska keisaraveldinu árið 610. Frá Khosroesi eftirlæti guðanna, drottnara jarðar til þjóns síns hins heimska og dáðlausa Heraklíusar konungs í Písans. Þú kýst að treysta guði, hvers vegna bjargaði hann þá ekki herjum þínum í Sesareu, Jerúsalem eða Alexandríu? Mér spurn, ef ég vildi gæti ég tortímt Konstantínópel. Ef ég vildi, gæti ég tortímt Konstantínópel. Hói, stríð, stríð, niður meðal, stríð, stríð. Góðir landar, ég var að taka örlagaríka ákvörðun. Já, stríð, stríð! Já, Stríð! Stríð! Ég lýsi yfir stríði við Persa. Árið 622 háði heimsveldin enn eitt stríðið og reið þar báðum á fullu. Árið 622 fór Múhameð til Medínu og hvað það? Khosroes beið ósigur. Njóttu þess að sjá gull, það þér kærast. Þegnar hans tók hann af lífi. Árið 630 fór Heraklíus keisari til Jerúsalem með krossinn sem hann náði af Persum. Keisaradæmið var máttfarið eftir sigurinn en þó deildu menn kynferði engla. Nei, þeir eru hvorugkyns. Nei, þeir eru kvenkyns. Nei, ég held að séu hvorugkyns. Ég alveg vissur kvenkyns. Ég sagði það þeir séu kvenkyns. Plágan herjaði á Persa sem voru sárt leiknir eftir ófriðin. Eymdin var afleiðing aldarlangra styrjaldar og nú kom þriðji aðilinn fram á sjónarsviðið. Enn mátti þjóðin beygja sig undir ný lög. Játist Íslam og greiðið skatt, þá ykkur borgið. Annars. Sem drengur var Múhameð þegar alvarlega þenkjandi. Hann fór oft einförum til hugleiðslu. Á ferðum sínum kynntist hann hópum gyðinga og kristnum prestum sem kenndi honum ritninguna. Eingyðistrú var honum að skapi. Hana ber við litverpan himinn hún lítur eftir þeim sem kallar. Löng og stinn læri hennar eru sem marmara súlur. Lítum nánar á þetta. Er það komið? Já.
Jæja, svona áfram, látum það ganga. Svona hraðar. Áfram, rollunar mínar. Bíddu, hægur kunningja, af hverju sigarðu fénu þín á mitt? Gæti að þú átt ekki þessa kindur. Ha? Ég á allar kindurnar. Góði, það getur ekki verið. Kindurnar mínar eru með slaufu en ekki þínar. Bíddu nú við, getur hugsast að þú sért sauðaþjófur. Svona, áfram! Hó, áfram! Áfram! Hver fjandinn þetta? Komið með mér. Hann vill stela fén okkar. Já, komdu hingað. Eigum við ekki að stöðva þá? Hægan nú. Nærvera Múhameðs og fjölmargra félaga hans hefur sín áhrif á ræningjana. Þeir blönduðu fjárhópunum okkar saman. Þó engin vandi að þekkja það í sundur. Kindurnar okkar eru með slaufu, ekki þeirra. Ég trúi þér. Farið ykkar leið. Múhameð sameinaði þjóðir Íslams í einni trú en áður dýrkuðu menn skurðgoð, tré, lindir og stjörnur og steina og í Mekka mátti greina 365 ólík trúarbrögð. Hún lítur eftir þeim sem kallar. Hún lítur eftir þeim sem kallar. Löng og stinn læri hennar eru sem marmara súlur. Pening fyrir vernd mína, já. Ég kom til hennar miðjanótt stjörnurnar voru sem perluringir yfir himininn þveran. Komið hingað, lítið á, bragðið mikið fé. Þið fáið ekki betra fé í allri Arabíu. Óður hægt leiki upp tjaldinu og stíðin, meðal skínandi stjörnumerkja. Reynin margvísl. Gott og vel, hann kaupir þetta. Sem sólþroskar döðlur í þéttum glösum af pálmagreinum fjallu lokkarinnar svartir undir þunnri blæju. Þótt margir varmenn væru við tjaldin, vissi ég hvert leiðin lá. Indisþoska. Hvað kostar þetta? Sem ég kom inn var mér orðavant vegna fegurðarinnar. Ég starði sem bergnum minn og óttaðist að hún myndi hverfa, en hún fór hvergi, grönn og girnileg. Hún sýnast lærin að vera sem súlur við musteristir. Hurra! Þessi var betri! Hurra, hurra! Þurfum við ekki að kaupa korn? Sjáðu hver er kominn. Göngu frá kaupanum. Það vantar 2 spesjur til. 2 í viðbót, góði minn. Sleppu þessu. Peningarna takk. Stjórið þessi hann er óþekkur. Hvað á þetta að þýða? Borgaðu hana sem ég er að mæta. Nei, býttu viðstúfur. Gættu þín! Það var ráðist á foringjann. Grípið þessa 2.
Elska skaltu náungan eins og sjálfan þig. Við skulum byrja á þessum litla makki þarna. Og ætla ekki félagirnir að hjálpa mér að bæta skaðann? Hljótir, verið að grýta góðan mann. Kom honum til hjálpar. Vinir, ég er postúli Guðs og sendiboði hans. Treystið Guði og köllun minni, þá munið þið dvelja í paradís að eilífu. Hafnið skurðgoðum og takið trúna. Hafið þetta eftir, Allah er Guðinn eini. Allah er Guðinn eini. Og Múhameð er spámaður hans. Múhameð boðar uppreisn meðal fátækrar alþýðu. Hann vill tortíma Guðum okkur og þvinga alla til nýrrar trúar. Hann þykist vera spámaður. Hvað verður þá frjálsa verslun? Maður er í heiðarlegri vinnu. Faranbalmaður. Þetta er óþolandi. Já! Þetta fólk hefur illt í hyggju. Ég heyrði ráðabrugg þeirra, gerum honum aðvart. Hér er best að fara sem fyrst. Farðu strax, tíminn er naumur. Jú, þú verður að fara. Þeir eru jafnvel lagðir á stað. Þeir eru hættulegir. Nú er árið 622. Múhameð varð að flýja frá Mekka og flóttans er kallaður Hegíra og markar upphaf tímatals múslima. Hann leitaði skjóls í borginni Medínu. Hún birtist mér undir blæju sinni, feimin. Múhameð boðaði auðskilda trú. Veröldin er ferskur og safaríkur ávöxtur. Guð lánar ykkur hann til að sjá hvernig þið njótið hans. Guð sagði, minnist mín og ég mun minnast ykkar. Sérðu hverjum ykkar er búinn samastaður, hvort heldur í víti eða paradís. Nei, félagar, þið eigið að snúa ykkur til Mekka. Hvaða ágangur er þetta? Þvoðu þið nú. Hvað, ef þú endilega vilt? Hvað er þrisvar? Fæturna líka, hvað og voða hreinlæti er þetta? Jæja.
Ég veit það. Fjandmenn Múhameðs í Mekka hafa ekki gefist upp. Leggjum á stað! Mikið lið þjálfaðra hermanna var gert út til Medínu til að ganga frá honum. En þeir höfðu ekki reiknað með sjálfum íbúum Medínu. Ráður til atlögu! Áfram! Lengi vel hafði hvorugur betur. Bíð eftir mér! Bíð eftir mér! Fram að þessu hafði trúariðkunin grundvallast á 5 hornsteinum sem voru trú á Allah, bæn, föstur, pílagrímsferðir og ölmusugjafir. En nú kom 6. boðorðið til sögunar, heilagt stríð, mikill er Allah, hermenn Guðs, ykkar er paradís. Áhangendur Múhameðs voru fáir í fyrstu, en við andlát hans árið 632 voru þeir 100.000. Brátt skiptu þeir milljónum. Trúin fór sem eldur sinu. Máttur Íslams jókst, austrómeska keisaraveldi var grátt leikið eftir aldarlangt stríð og fékk ekki röndið reist. Sama mátti segja Persana. Alþýða þessara landa var skattpínd og jafnvel ofsótt fyrir trú sína. Oft fögnuðu menn innrásarherjónum. Kýpur árið 649, Tíblis og Armeni árið 651, Ródos árið 654, umsátur Konstantínópel 674. Þá áttu innrásarmenn í nokkrum vanda. Árið 677 urðu þeir á hopa, Karþagó árið 698. Árið 711 lögðu þeir undir sig Norður Afríku og 715 komu þeir alla leið norður til Narbonne. Árið 717 féll Spánn þeim í hendur, 720 var það Gallía. Árið 732 hugðust þeir taka Poitiers. Tökum þá! Aðeins einni öld eftir andlát Múhameðs höfðu múslimar hernumið geysistórt landsvæði þrátt fyrir ósigurinn við Poitiers. Það náði frá Indlandi til Atlantshafs. Sagt er að sá maður sé snjall sem byrjar með 2 hendur tómar en stóran draum sem hann lætur rætast. Sé svo var Múhameð sannarlega snillingur.